hefur ekkert áhyggjur af því, Hannes, að nágrannarnir séu að fara að áhyggjur af þér? Þeir hafa miklar áhyggjur af mér. Það er bara alveg sama hvað ég geri, þá hafa þau alltaf áhyggjur af mér. En það er gott af því það er svo góð vinskapur í götunni. En það er allir í þessu hverfi að hengja upp jólaljós. En hvað ert þú þá að gera? Já, sko, ég held nú að þeir eru nú svolítið að flýta sér, sko. Og það er ágætt svona að áður en maður fer að hengja upp jólaljósin að reyna að hafa hitt í lagi. Þeir hafa ekki ennþá slegið. Og þetta var náttúrulega ekki orðið mikill sómi að þessu grasi hérna hjá mér áður. Þetta voru orðnar torfærur og sinur og ég veit ekki hvað. Og ég hugsaði úr því að vorið er svona langt hjá okkur hérna, eða sumarið, að það væri þá alveg full ástæða til þess að slá og ég hef aldrei slegið svona seint í nóvember áður og ég reyndar aldrei slegið í nóvember, 9. október eða seint í september. Þannig að þetta er eitthvað alveg nýtt og þá er gott að prófa það. 25. nóvember í dag. 25. nóvember. Og þú þurft að losa pokann nokkuð oft? Ég hef aldrei fengið svona mikið gras upp úr sláttuvélinni, sko, aldrei. Þetta var 3 sinnum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta var bara mjög skemmtileg upplifun. En hvað er að gerast í garðinum hjá þér? Men af hverju er svona mikið spretta? Já, sumarið kom náttúrulega seint. Það var það og svo náttúrulega, auðvitað, þú veist, verður maður bara átt að segja því. Þetta er bara breytt veðurfar. Og hérna, ég sló í byrjun sko september og hélt að það er nú síðasti slátturinn, en síðan hefur bara vaxið og vaxið og ennþá er það alveg grænt og það er græna mín megin heldur en hjá hinum. Þannig að það er líka búið að skemma þann málshátt og hérna, þetta eru bara veðurfarsbreytingarnar sem er að gera þetta. Þetta er mjög óvanlegt. Þú hefur aldrei séð svona áður hérna? Ég hef aldrei séð svona áður hér en ég man eftir því fyrir einhverjum árum að þá labbaði ég á stuttarmaból á annan og jóladag upp á Esju. Það var líka mjög merkileg tilfinning, sko, því það átti ekki að vera. Þannig að hérna, nei, þetta er bara alveg ótrúlegt og það sem er náttúrulega alveg það ótrúlegast í þessu öllu er, sko, er að ég er að slá hérna grasið 25. nóvember á sama tíma og allir smiðir bæjarins eru komnir í að smíða snjóskaflana í Hafnargötu fyrir kvikmyndatöku. Það finnst mér svolítið magnað. Já, þetta eru einkennilegar aðfarir við að búa til snjó. Já, þetta, en við verðum að hafa þetta svolítið jólalegt í 1 eða 2 daga, þannig að það er alveg full ástæða til þess að hætta í húsasmíðum og fara að smíða skafla. Þetta er kannski bara ný tegund af jólaskrautningum að vera með svona heimasmíðaða skafla. Já, og sem þola öllu veður og þennan 10 stiga hita sem er hérna dag eftir dag. Og þetta er náttúrulega líka bara svolítið í anda okkar hérna í Keflavík, sko, að við höfum alla hluti vel skipulega, ákveðum hvar, sko, hérna snjóskaflarnir eiga að vera og svona, þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta er til fyrirmyndar. En svona yfir í, hvað ætti fólk að vera að gera í garðinu núna í nóvember? Ertu búin að setja niður haustlaukan og allt þetta? Það er löngu liðið. Það ætti ekki að vera að gera eitt eða neitt núna í nóvember. Það ætti bara að vera inni og fá sér heitt kakó og totti, sko. Hér á að vera allt þakið í snjó og svona vera að búa til jólastemningu, en það er, maður verður bara að finna nýja jólastemningu núna. Þú ert með kalt gróðurhús og þar eru blómstrandi rósir. Já, það er allt á fullri ferð. Það er líka eitthvað óvanlegt, þú verður aldrei séð það heldur? Já, heldur ekki séð það, sko, að þú veist, þetta er alveg eðlilegt, þú veist, að það er með upphitað gróðurhús og eitthvað svoleiðis, sko, að rósirnar séu á fullri ferð, en hérna, þær eru voru 1,5 metra eða eitthvað svoleiðis að hafa. Þannig að hérna, maður ræður ekki neitt orðið. En þú sagði mér að þú varst hérna að blása laufinu hérna úr grasinu. Þú leyfir laufinu að liggja í beðunum. Já, af því að laufið í beðunum, það er bara til þess að hjálpa gróðurinn þegar hann fer á stað í vor, sko. Að hérna, heldur hita á þeim, þú veist, ef það kemur frostið eða eitthvað svoleiðis eða hindra frostið, sko. En svo sér maður núna, sko, að það er fullt af stöðum þar sem eru plöntur sem eiga bara ekkert að vera græna núna, sko. Þetta er iðagrænt. Þetta er alveg iðagrænt og þessi hér, þetta er sko selt í gróðrarstöðunum sem einar planta og maður hefur þetta venjulega í pottum og ég skuttlaði þessu einhvern tíðan niður fyrir 4-5 árum síðan og þetta er svona venjan að þetta blómstri nú bara svona einhvern tíðan í sko júni, júli eða eitthvað svoleiðis. Nú er þetta ennþá gult og fallegt og blöðin græn og þannig að þetta er merkilegt. En hefur ekkert áhyggjur af því að þetta geti
svona, þegar veturinn komi að það eigi eftir að refsa garðinum eitthvað? Nei, ég hef engar áhyggjur af því að því ég var ekkert að klippa þetta svo stutt sko. Þannig að og ég hef einhvern veginn trú á því sko að með við veðurspána að þetta verði eitthvað fram í allavega desember að ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því. En hvað er þá framundan hjá Hannesi? Núna? Já. Nú er að koma aðventan sko, nú fer ég að gera þetta samkvæmt regluna að fara að skreyta húsið. Að ég og Andri við höldum okkur við það að vera svolítið svona ekkert að flýta okkur of mikið sko. Og svo förum við bara á hverju laugardegi núna alveg fram að jólum og setjum eina serí og eitthvað svona smá og gerum þetta huggulegt og skemmtilegt. Sláum svo grasinn á milli þar. Hvenær áttu svo þá von á því að vorverkin hefjast með Mér sýnist það eiginlega bara það er hefjast hálfgert vor, það er komið brum. Það er komið brum á trén sko og þannig að mér sýnist nú bara með allt og allt að vorverkin séu bara hafin. Þannig en auðvitað þú veist þetta verður apríl, maí eitthvað svoleiðis, þá fer maður svona að snyrta þetta eitthvað til. En auðvitað er þetta ekkert gott fyrir gróðurinn, þú veist að vera bruma svona í nóvember og desember. Það er mánuður til jóla. Mánuður til jóla. Þannig að þetta verður bara allt mjög spennandi. En áttu von á því þú sést að fara að leggja sláttuvélinni núna? Fer hún í geymsluna núna? Hún fer inn í geymsluna en ég er snöggur að taka hann út ef þetta fer aftur úr verður stjórnlaust aftur sko. En þetta var, þú sást það, þetta var bara talsveit mikið gras komið. Þetta var bara ef kylfingarnar myndu skoða þetta, þá myndu ég fyrir kalla þetta eitthvað karga. Já, þetta var bara röff. Það var ekkert öðruvísi sko. Þetta er náttúrulega hæsti punkturinn í bænum en alveg ábyggilega svo langgróður. Ég held líka sko, hér voru svona skemmur og svoleiðis, skreiðaskemmur og annað. Það gæti verið afrastur af því sko. Eitthvað eftir í. Já. Það sé allt þarna í grasinu á mér og þess vegna sé að grætta ennþá. Það gæti verið. En þetta er gaman að þessu. Já. Þetta er eins og á að vera. Þetta er eins og þetta á að vera sko.